Þú ert að hlusta á Fortíðarsamtal fyrir framtíðina, samstarfsverkefni Náttúrustofu Suðausturlands og Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar, styrkt af Sambandi sunnlenskra sveitarfélaga. Fortíðarsamtal fyrir framtíðina er 4 þátta röð viðtala við eldri konur á Suðausturlandi. Ætluðum til að varðveita sögu þeirra, rödd og upplifun á náttúrunni og breytingum hennar. Í þessum 4. og síðasta þætti heyrum við sögu Laufeyjar Lárusdóttur í viðtali teknu af Kristínu Hermannsdóttur og Snævari Guðmundssyni. Heyrðu, en ég ætla eiginlega bara að byrja þetta með, sko, það er orðið svolítið síðan við tölum saman og mér er svolítið minnistætt að síðast ég talaði við þig, mér minnir að það hafi jafnvel bara verið í síma. Þá fórum við að tala saman þegar þú varst ung og þú sagði mér það að þér hefði alltaf verið kalt á tánum fyrir þangað til þú fékkst stígvél. Já, já. Er ég eitthvað að rugla með þetta? Manst eftir þessu? Nei, þú manst ekki eftir samtalinu, en ég man eftir þessu. Þetta er svo margt sem bæði náttúrulega sem mann og sem maður er búinn að gleyma frá gamalli tíð. Já. Og ég er stundum að hugsa það í dag. Sko, lífið þá og lífið í dag, það er ekki mikið svipað. Nei. Svo eiginlega allt hefur breyst. Sko, það er neitt, það er allt. Já. Og ég er stundum að hugsa og það er nú hérna kannski ljótt að segja, ég veit ekki hvort þú var að taka það upp, að það er ekki allir reynir fæðinu hér. Nei. Manni hefði þótt það gott í gamla daga. Já, ég skil það. En segð okkur hérna, að því að þú ertu borin og barnsfædd í Svínafelli, Já. Á hvaða bæ var það? Og Böltanum. Böltanum. Já. Það er þarna austan við Skógalækinn. Já. Bærinn austan við Skógalækinn. Já, ok. Já. Hérna, hvenær, sko, nú langar mér svolítið að spyrja um hverju og svona, ef við komum að því. Já. Nú langar að spyrja, hvenær manstu eftir þér fyrst í þessu umhverfi? Það fyrsta sem að ég man eftir, mig minnir það vera 1931. Já. Og það var þegar amma mín dó. Já. Og hvað ertu gömul þá? Sko, ég fædd 27. 27, já. Já, Þannig að það er 4 ára gömul. Já. Já. Ég held áreiðanlega, ég segi það rétt að það hafi verið 31 frekar en 2. Mig minnir það vera síðasta, minnst að kosti síðasta jarðarförin sem hann séra Eiríkur framkvæmdi áður en hann fluttist þess að Bjarnanesi. Já. Og ég held áreiðanlega verið 31. Og ég man eftir þessari jarðarför enn þann dag í dag. Það var veitt kaffi heima, sko, það var húskveðja, og veitt kaffi heima. Og ég man eftir mönnunum, sko sumum, man alls ekki eftir öllum, en man þá eftir fjölda. Og ég man eftir hestunum, þeir sem voru bundnir úti. Þeir voru bundnir og það margir sko hver aftan í annan. Til þess að þeir væru tilbúnir þegar fólki kom út. Svo var kistan borin. Sko, það er kannski erfitt að lýsa í húsið okkar, sko, það var svona, eins og svona brakkalega, og svo voru tröppur niður hérna. Og kistan var borin út af efri hæðinu og niður tröppurnar. Og þá var sunginn sálmur þegar kistan var borin út. En ég man ekki hvað sálmur það var. En ég man eftir laginu því það lærði ég þá og ég kunnaði það síðan. Já. Hvaða lag var það?
Já, nú man ég ekki Nei. hvað það heitir. Nei. En býttu nú við, þá hvaða sálmur er sungið. Já, það er eiginlega, maður syngur oft við þetta, nú legg ég augun aftur. Já. Ok. Sú laglína. Já, það er svo laglína. Já, en ekki sá texti eða sá sálmur. Ég man ekki Nei. eftir því, sko, ekki hver sálmurinn var. Nei. En ég bara man eftir laginu, Já. því ég lærði það þá. Já. Hvaða árstími var þetta? Var þetta sumri til? Já, þetta hafi ekki bara verið vor. Allir komist. Mér finnst það kannski. Já. Ég held að þetta var ekki vetur. Þetta kannski verið setjapart vetar eða ég sko, það er ekkert að segja það alveg hvaða, sko, Nei. en allavega það var ekkert snjór eða neitt. Nei, ekkert erfitt þannig að fara að jörðin var sko auð eða græn. Hvað hét amma þín? Ha? Hvað hét amma þín? Hún hét, býttu við Sigríður. Nú þarf ég að hugsa svolítið til að muna föðurnafnið hennar. Allt í lagi. Það er allt í lagi. Jó, var hún búsett á Svínafelli líka? Já. Og hafði hún verið búsett þar alltaf? Og maðurinn hennar, Já. hann hét Magnús Pálsson. Já. Og hann var frá einn af þessum mörgu börnum frá Arnardrangi. Já. Sko Páll var giftur Guðnýju, dóttir Jóns Stengurssonar. Já. Nei, Páll. Þetta er ekki Páll sem fór með upp á Öræfajökul, er það? Nei, Guðni og Jón hann hét Jón, nú rugla ég. Það er allt í góð. Maðurinn hennar Guðnýjar, það er ekki hvað getur mun þetta núna. Og þau áttu þennan Pál og sá Páll, hann átti 26 börn. Já, það er ekki þannig. Og lifðu mörg þeirra? Lifðu þau öll? Já, ég held að það lifa flest öll. Já. Sko, þegar hann var ungur maður, þá var heimasæti hér á Marjubakka og þau felldu hugi saman og voru eiginlega trúlofið. Já. En hún var bara ekki nógu ættstór fyrir hann, því hann var prestssonur. Já. Og var því bara slitið Og því var slitið. Já, takk. Og svo giftist hann annarri konu, ég man ekki hvaðan hún var, hvort hún var Skaftadal eða hvað. Hún hefur sjálfsagt verið eitthvað betur ættu og þau áttu held ég yfir 10 börn. Já. Og það var svo sem ekkert óalgengt hér í þá daga. Nei. Svo deyr hún og þá á hann 2 börn með einhver annarri konu þar á milli. Já. Svo giftist hann í annað sinn og þá átti hann afganginn og þau verður, sumir segja 26, aðrir segja 27, ég veit eitthvað hvað það er. En aldrei þessi fyrsta unnusta? Nei, Nei. hún giftist aldrei. Nei. Svo misti hann seinni konuna líka. Þá var hann orðinn blindur og þá fengu þau að taka saman. Fyrsta unnustan og hann. Hugsa sér. Hver réði þarna ráð? Var það brestið eða ætt? Það var náttúrulega, sko, Feðraveldið. hét hann ekki Jón maðurinn hennar Guðnýjar. Guðný var dóttir séra Jón Steingrímssonar og þetta var, sko, þessi kona frá Marjubakka, hún var ekki nógu vel ættuð fyrir hann, prestsson. En hvað voru þið mörg systkinin? Ha? Hvað áttu þú mörg systkini? Við vorum bara 3. Bara? Ekkert
þá er 27. Og hérna, voru það bræður þínir þá? Áttirðu 2 bræður eða? Já, ég átti 2 bræður og eldri bróðir minn hann dó 1950. Já, ekki gamall þá. Nei, hann var fæddur 23 Já, en hann var með krabba. ok. En svo dó nú hinn núna bara, já, ég man nú ekki alveg hvað þetta var, því að ég mátti ekki fara að vera á jarðarförina. Nú er það svo nýlega bara. Já, já, Já. og hann hefði orðið 95 núna á Ljósmessunni, 2004. Já. Hvað hét hann? Magnús. Magnús, já. Hann var á Elliheimilinu þarna þar. Já, alveg rétt. Já, það er ekkert langt síðan hann dó. Nei, það er ekkert langt síðan hann dó. Já, En eins og ég segi, ég bara man það ekki því að það hittist svo á að ég var hérna búin að fá hérna hvíldarinnlögn hérna sko á Já. Elliheimilinu. Og svo er ég í hvíldarinnlögn hérna. Þá var loka fyrir allt út af þessari COVID. veiru. Já. Og ef ég hefði farið út, sko, þá mátti ekki koma inn. nei, ok. Og þess vegna varði ég bara inni lokuð. Já, Já. En það var akkurat, sko, Maggi dó á meðan að Já. ég var inni lokuð hérna, svo þess að ég gæti ekki farið Já. og verið við jarðarförina því þá mátti ég ekki koma hingað aftur. einmitt. Svo þess að ég sleppti því að fara við jarðarförina. En ertu búin að vera heima alveg þangað til eiginlega? Þangað til bara núna, nýlega? Nei, býttum við. Í fyrra, ég held að það verið fyrra. Ekki mars síðastliðin, heldur þar áður. Þá dó kona hér í Örðunum. Já, Ég fór við jarðarförina og þegar við erum að fara heim frá, sko, erum komin út úr hérna samkomuhúsinu á Hofi, já, þá löpum við bara svona eftir stéttinu. Svo þegar við erum komin eiginlega austur fyrir húsið, má segja, þá segir Anna svona við mig, ég ætla að fara og opna bílinn. já. Og gengur áfram. Rétt í því, þegar hún er farin hjá mér, þá kemur vindgusa og feykir mér um koll. Æ, Og ég dett á stéttina og lagði já, og þá náttúrulega byrjaði mín já. spítalalega. Fyrst var náttúrulega farið með mig suður og svo fyrir ég á hérna sjúkrahúsið á Selfossi og þá fór þeir að tala um það að senda mig á sjúkraheimili á Höfn. Já, En þá kom upp frekan í mér. Ég sast ekki fara á Höfn. nei. Ég sagði mér var alveg sama, þeir mættu senda mig hvort þeir vildu á Klaustur, Vík eða Hveragerði, en á Höfn færi ég ekki. Er það í nöfn við Höfn? Nei, Það er bara, það var ekki Það er svo það. langt. það er ekki Það brúur það leið. gerði mér, sko, hér, Vík og Hveragerði, þetta er í leiðinni þegar menn er að fara til Reykjavíkur. Og menn eiga svo marga ferðir oft til Reykjavíkur, en þetta er bara heilmikið fyrirtæki að farast á Höfn. Já, Og ég vissi það að ef ég færi á Höfn, að þó ég fengi heimsókn einstaka sinnum, þá var það allt annað heldur en, já, bara eins og já, núna já, til hún dæmis, hoppaði bara við hérna. sko, þó þess ekki nema bara svona, Já. þá er maður í leiðinni. Já. Já. Það er þetta. Og það var þetta sem við gerðum, Já, en ekki það að mér var neitt illa við handa mér. þetta er heldur styttra líka að fara hingað fyrir, Já, það er alveg satt, það er styttra ef menn fara sérstaka ferð. en þau, En Þau eru fleiri hérna líka úr ég Öræfum. sá fyrst og fremst að Já. þetta var í leiðinni
þegar menn eiga erindi til Reykjavíkur, Já. að menn ekki alltaf á svo hraðri ferð, að menn stoppa kannski í annarri hverju leið. Já. Svo hún hérna líka frá Fagurhólsfirði. Hvað heitir hún nú? Mammina Sigrúnar Sigurgeirs. Og Guðmunda. Guðmunda, já. Já, hún hérna. Hún hérna. Já. Var ekki fleiri öræfingar? Jú. Já. Einn frá Svínafelli heiti Jón Óli Já, einmitt. og annar frá Svínafelli sem heiti Jóhann. Já. Þannig að þið eru svona... Þorsteinssonar Sigrúnar í Östurbænum. Já. En hann sko... Já, maðurinn hennar... hennar... Rausdóttir. Já. Já, Hafdísar. Hafdísar. Já, en það Jóhann. Já. Já, hann ekki hann svo gamall, hann bara... Hann ekki svo gamall, hann fæddur 1952 held ég. Já, Það ég megi segja. En þetta náttúrulega í heilanum sko. Já, hann með Alzheimer. Já, hástiði. Það ekki tækt að tala við hann. Nei, ok. Sko, hann ruglar meira í ég. En hvenær fórstu svo að búa í Freysnesi? Eða fórstu ekki að búa þar? Fyrst fór ég að búa í Skaftafelli. Fyrst bjóst í Skaftafelli, já. Þú kynntist Ragnari? Já. Já. Við kannski þekktust náða. Já. Þegar þið tóku saman, kannski. Já, þegar við tóku saman. Já. Það var 49. En mér langar að spyrja áður en kemur að því. Hérna, manstu eftir því sem ung stúlka að hafa séð jökulinn við hliðina á... Hvað segir það? Manstu eftir því sem ung kona eða stúlka Já. að hafa séð Svínafellsjökul upp á öldunum? Stóröldunni? Já. Nei, hann náði ekki svo langt fram eftir þegar ég man eftir. Nei, ekki háöldu, ekki öldunni. Ekki stóröldunni sem við búum við núna. Já, nei, ég veit, hann var ekki þar. En séð frá... En ég man eftir honum þegar hann náði saman fyrir framan Hafrafellið. Já. Það var alveg framundi 1940. Já. Var svona urðarrani á milli jöklana? Eða voruð bara límdir saman? Já, ég held að þetta var bara jökullinn, sko, hann náði saman. Þá náði Svínafellsjökullinn það framallega og Skaftafelsjökullinn það framallega að þeir náðu saman, sko, fyrir framan Hafrafellið. Og veist hvað vegurinn liggur núna, áður hún fer niður að Skaftafellsá? Já. Þar eru öldugarðar, þar sem jökullinn náði lengst fram. Já. Manstu hvað jökullinn var langt frá þessum öldum svona á einhverjum tíma? Nei, ég man það ekki. Nei. Hann var náttúrulega kominn nokkuð innar, sko, því að þegar þeir náðust saman, síðast þegar að ég man eftir að þá var þetta bara mjótt haft fyrir framan Hafrafell. Já. Og þá náttúrulega var Svínafellsjökull hann að styttast og Hafrafell og Skaftafellsjökull líka. Já. Sko, þó þeir næðu kannski lengra fram, við skulum segja austar og vestar, að þá voru þannig að styttast. En ég man náttúrulega meira eftir Svínafellsjöklinum, sko, heima. Þið veitir, það eru öldur tvær sem að Svínafellsá, hún rennur á milli og Svínafellsjökullinn, hann náði þar fram í skarðið. Já, sem þú sér þar sem að Svínafellsá kemur fram. Já. Og skagaði hann eitthvað fram upp úr öldunum? Nei, ekki upp úr öldunum. Nei, það var þarna á milli? Já, hann var þarna á milli. Ég man eftir því hann kom þarna á milli og það kom fyrir svona, þó við mættum ekki gera það, okkur bannað að fara inn á jökul. En við stálustum stundum með okkur langaði beringa inn í Nes. Já. Þá stálustum við stundum yfir jökulni þegar það var svona framallega. Já. Var þá hægt að komast í gott berjaland hinum megin? Já, náttúrulega Freysnesi, sko, það var aldrei tínt þar. Nei.
og okkur langaði að komast þangað og þá stálust við þetta. Já. En við máttum ekki gera það máttum ekki láta fullorðna fólki vita það. Þetta fullorðna fólk alltaf svo erfitt. Já, það var sniðugt hjá okkur. Og ég man eftir því þegar var verið að smala til dæmis heiðina, þá var maður sendur til að standa í vegi fyrir Hrútagilið og þá náði jökullinn svo hátt upp á ölduna, sko, sem að nær eiginlega frá háöldunni og upp að heiðinni eða fjallinu, að þá náði jökullinn svo hátt þar upp á þá öldu að ég mér fannst það hafa ógeðslegt stundu þegar maður var að fór þarna að standa í vegi, að þá rann Hrútagilslækurinn beint niður, það var bara gat svona. Já, það er... Mér fannst þetta óhuggulegt. Já, það væri hver feigur sem færi þar niður. Ha? Það væri hver feigur sem færi þar niður. Já, það hefði ekki sagt sögur sem hefði farið þar niður. Nei. En það hafa ekki farið sauðir þar niður? Fóru aldrei sauðir þar niður? Nei. Það erum aldrei talað. Nei. En fékkstu að taka þátt í smalamennsku? Ég fékk að standa í vegi. Já. En ég fékk aldrei að fara að ganga fjöllin því að ég átti 2 bræður og þeir fóru það. En ég mátti standa í vegi. Fannst þér að það súst í broti? Stundum langaði mig bara að fara að smala og fá að ganga fjöllin. Já. En fórstu einhvern tíma síðar, á öðrum tíma, heldur en smala tíma, upp í fjöllin? Það var voðalega lítið. Já. Það þekkst ekki þá að maður væri að ganga svoleiðis bara sér til skemmtunar. Nei. Maður hefði annað að gera. En hvað var það ykkur þá þegar það voru að koma kannski ferðamenn frá Reykjavík sem voru að fara að ganga? Þetta var ekki svo mikið það eiginlega að ferðamenn væri að koma bara til þess að skoða sig Það var ekki fyrir aftur bara seinna að ég var vör við það eftir að ég fekk nóg að ég að koma að Skaftafell. Já. En varðandi Skaftafell, nú sem sagt kemur það einhvern tímann á 7. áratugnum að það fara að tala að breyta honum í þjóðgarð. Já. Og það er auðvitað Sigurður Þórarinsson fyrstur, ekki satt? Já. Var það einhvern veginn í huga ykkar, Ragnars til dæmis, að þetta svæði væri einhvers konar gersemi? Ekki náttúrulega fyrir en var farið að tala það verulega. Og það er náttúrulega, þetta var þeirra ættaróðar en ekki mitt. Já. Og ég vissi að sko hann tók þá ákvörðun að selja ríkinu þetta til þess að, maður vissi ekkert eiginlega ef að þetta hefði ekkert verið selt og þetta verið laus í lofti hvað þetta. Já, einmitt. Og varstu sammála honum í því? Já, ég lét hann ráða. Hann átti þetta en ekki ég. Nei, þú getur verið ráðgefandi sem að segja. Konur eru ofta ráðgefandi. Það skiptir mér ekkert. Nei. En svo kom hann því að mann var náttúrulega lofaðarlega fögru þegar það var verið að kaupa þetta. En svo náttúrulega kom fljótlega að því þegar það var búið að kaupa þetta. Maður mátti ekki vera með skepnur og maður mátti ekki gera þetta og ekki hitt. En var Freysnes þá hluti af Skaftafells? Freysnes er hluti af Skaftafellsjörðinni. Þetta er bara gamalt heiti og sennilega hefur kannski einhvern tíma verið bær þarna meðan voru Freyskir líka. Halló! Halló! Lækni! Ó! Má ég tala við þið seinna? Já! Við getum líka bara... Við getum líka alveg farið fram og með. Þetta er vikunni sko, á föstudeginum eftir hádegi.
Hvað segir Ég segi, ég get nú komið aftur seinni vikunni eða endar. Ég ætla að segja, þarftu nema 5 mínútur, þú ert alltaf svo fljót. Við getum bara, Getum við ekki bara Við getum alveg farið fram á Við meðan. þurfum bara fram á með. Nei, heyrðu. Þetta er mig ekki fara, þau ætla bara að bíða. Við ætlum bara að bíða. Við bíðum að meðan læknirinn. Þú vilt ekki tapa ykkur, þú vilt ekki tapa ykkur. Já, Maturinn góður? Ég er að fýblast. Ég sá eitthvað sagði Ég segja bæði já og nei. Já, er þetta ekki alltaf stundum gott og stundum svona lala. Þetta er svo mikið útlendingar sem sjá matinn og það er náttúrulega alltaf öðruvísi matur heldur hjá okkur Íslendingum. Já, Já. bara önnur menning. Já. Heyrðu, við erum að vera hérna hjá þetta svona 2:30. Nú ekki að tefja því lengi, við getum alveg komið aftur frekar. Við erum bara alveg nákvæmlega saman, ég hef ekkert að gera með að prjóna. Já, ég veit að við gerum það sko, hérna því við erum eftir 2 tíma verð á Höfn. Já, En hérna, mér langar að vita meira hérna tíman áður þú ferð í Skaftafell, svona, þegar þú bjóst í Svínafelli. já, spurðu bara. Já, ég er að reyna, sko, ég vil líka segðu mig Ég skal reyna að svara. Já, hvernig, hérna, þið eru náttúrulega ekki komið með neitt rafmagn fyrstu ári. Nei, við vorum ekki komið með rafmagn, en það var hérna heimilisrafstöð við Bæjarlækinn sem er hérna eiginlega austan við Austurbæinn í Svínafelli. Já. Og það var eiginlega raflýsing sem að þeir höfðu neðri bæjar menn, Austurbær og Vesturbær. Okay. Og þeir höfðu náttúrulega ljós og aðeins til svona hitunar eða suðu. Og við fengum bara fyrir náð og miskun ljós frá þeim. Já. Það var bara almennilega heit frá þeim að þeir létu okkur hafa ljós. En við höfðum ekkert sko nema ljósið. Nei. En það var bara allt annað að hafa ljósin heldur en þegar það voru lampar. Já. Hvernig, hérna, já, þannig að þú manstu eftir að það voru lampar? Olíulampar? Já, ég man náttúrulega vel eftir löndum til að það voru ofta ljósin frá af. Já. Þetta þurfti nú mikið fyrir rafmagnin að hafa þá. Það þurfti nú, kannski þegar var nú að byrja frost, þá fraus í sigtið og ýmislegt svona sem að orsakaði það að ljósin fór af. Já. Já. Og þá var náttúrulega ekkert annað heldur en lampar. Nei. En hvernig hituðu húsin? Það var nú bara ekkert hitað. Nei. En þá hafið þið Það vantanlega... var eldavél Já. niðri og það var náttúrulega hitaði aðeins þegar að á meðan var verið að elda matinn, en hún var ekki kynnt nema bara það sem að endilega þurfti því að menn hefði ekki eldið við. Hvernig, hérna, notuðu þá mó? Eða hvað notuðu þið? Nei, það var nú sauðatað. Já, já. Skálinn var stungin út úr húsunum á vorin og þurrkuð. Og það var sauðatað og svo var náttúrulega stórvist í skóginn. Já. Hvar var þá skógur? Og það var nú skógur í brekkunum í Svínafelli. Já, ég veit það. Bara byrkið og það. Já, en var meiri skógur eitthvað austur úr í átt af Virkisjökli? Eða var það bara þarna í þeim brekku sem það er nú? Þetta er bara, hann var bara þá eins og hann er í dag. Já. Já, það hefur ekkert mikið breyst. Nei, það hefur ekki mikið breyst. Og ég man náttúrulega eftir því einstakar sinnum að það kom fyrir að það var farið í skóginn að Skaftafelli. Já. Og það var kannski farið með 2-3 hesta og skóaða klyfjar á þá. Já. Og það endist svolítið en þetta þurfti mikið í eldinu en náttúrulega að kynna. Já. Þetta er fljótt líka að brenna upp. Já. Þetta brennur svo hratt. Já. En þá... Og þetta var ekki, sko, það var engin kólakaup eða neitt þannig. Þetta var ekki samgöngurnar voru ekki þannig að það beið upp á það. Nei. En hérna, þá hafið þið væntanlega, þegar kalt var í veðri, safnast saman bara allt fjölskyldu
öll fjölskyldan í einu herbyggi? Ó nei, nei. Nei. Það var nú bara hver sem hún datt í hug. En voruð þið Og þá mann var mikið nú kalt. Voruð þið kalt, já? Já, ég get sagt ykkur það, þegar ég var krakki, þá hefur mér örugglega oft verið kalt. Því ég var með svo mikla kuldabólgu í höndunum að ég get ekki kreftir. Og kannski kraftar? Já. Þú geti ímyndað hvort mér var alltaf verið heitt. Nei, mitt. Og það var náttúrulega bara það sem maður hjálpaði manni og það var þessi ullarföt sem maður klæddist á, Já. utast og innst. Já. Var það bara unnið og prjónað heima? Já, já. Já. En það hefur ekki fengist neitt svona ylur af húsdýrunum? Þau voru ekkert inni hjá okkur. Nei, Nei. það var bara aðskilið alveg. Já. Við vorum ekkert í fjósbaðstofu. Nei. Nei. Þetta var náttúrulega mikið annað fyrir þá sem voru í fjósbaðstofu því að það var svo mikið líðindi frá kúnum. Já. Og lykt í leiðinni. En hvernig, nú bara spyrja ég þetta fórhundni, hvernig var með húsakostin? Af hverju var ekki fjósbaðstofa af því að vitað að það væri Sko klíkuna? þessu get ég ekki svarað, en öðruvísi en því að það var sko bærinn, hann stóð upp á gamla bæ sem við kölluðum, það var dálítið upp í brekkunni og þar var náttúrulega fjósbaðstofa eins og svo var byggt, það var fjósbaðstofa og svo var byggt fjárhús við baðstofuna og einn góðviðrisdag þá fauk það. Já, ok. Það er náttúrulega Það stundum hvort kverstin þarna, já. oft ansi myndarlega í Svínafelli, Já. landnálaveðri og þverhúsið fauk með öllu því sem að í því var og þá var ekki orðið eftir sko nema fjósbaðstofan og það var náttúrulega ekki nóg orðið fyrir, ekki nóg híbýli fyrir alla fjölskylduna og þá var byggt þetta hús og fælt niður á sléttuna Já. og þá var þetta hús byggt eins og það var sem ég var fædd í. Já. 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 Stendur þetta hús í dag? Nei. Nei, það er farið. En hvað með... Á ég að ripa upp sko að teikna það eins Já, og... það var aðeinslega. Sjá. Þetta tegnum það? Jú. Ég hef smá, Hér er... ég nú engin teiknari. Nei, þú ert... Það er gaman að... Þú ert ein til frásagnar. Þetta er bara hvítt blað. Sko, þetta var eiginlega brakkalag á þessu svona. Já. Svo kom náttúrulega torfveggir svona. Hvað var í þakinu? Var það Blik. blikk eða... Já, ég held að það hafi verið járn á þakinu. Já. Ég man aldrei Og hlaðinni svo veggir upp á. Ég man aldrei eftir þetta læki, Nei. en þetta var engin einangrís. Nei, einmitt. Þetta nú svo kom hérna dyr. Nei, nú er ég að gera vitleysu. Já, það er strákleður hérna. Já, Það er strákleður. Bíddu. Þú getur líka teikt úr þessu. Sko, þetta eru tröppurnar. Já. Þetta hefur verið svona Já, svolítið stórt. Þetta var eldurglugginn. Nei, þetta hefur verið dyr. Hvað bjugguð þið mörg í þessu húsi? Sko, svo var gangur hér inn Já. og hérna var herbergi.
Þarna fyrir aftan. Já, Já. og það var herbergi hérna inn á stofunni, inn af baðstofunni. Já. Þar sofa þau pappa og mamma. Svo var rúm hérna, Í þessu herbyggi. já, nei, í baðstofunni. Og svo voru 2 rúm hérna inn eftir. Og föðursystir mín svaf í öðru rúminu og ég og fóstursystir mín í hinu. Já. Við svafum saman. Og það var náttúrulega kannski það sem hélt á manni hita að þið voru 2. Já. Og svo, ég held að strákarnir hafi sofið hérna. Já. Saman þá í rúmi líka. Nei, Ekki það endilega. held ég ekki. Nei. Ekki mann ég eftir því. Nei. Þetta Þetta er gaman að sjá svona. Eru til einhverja myndir? fyrirgefðu Þetta er fínt. Eru til einhverja myndir af þessu húsi? Jú, ég myndaði heima. Já. Og þú sagði að þetta héti Ég var að... Böltinn í Já, Svínafelli. þetta er Bölt. Ég var einmitt daginn, sko, ég fór heim í síðustu viku og þá var ég að merkja myndir í... Ég hafði alltaf svo gaman að taka myndir. Já, ég vissi að því. Vissi að því, sko. Og ég á þeirra eins margar. Já. Og þetta er ekki allar orðið, Nei, af því að ég merkti ekki strax. einmitt. Já. En þar sá ég einmitt einu svona mynd af húsinu gamla heima. Já. En hvernig var með þjóðgötuna á þessu tíma, 1930 og talsveit nær okkur tíma, þá notaðir hestar Já, já. og lá þjóðlegin alveg upp með bæjunum eða var hún einhvers staðar niður frá þessum niður? Hún lá, sko, hún var náttúrulega töluvert ofar heldur hún núna. Nær bæjunum heldur hún núna. Já. Já, en ekki gegnum hlaðið. Nei, hún var ekki gegnum hlaðið. Ég get ekki eiginlega... Og hvernig voru þessi slóðar? Var þetta bara kindagötur eða hestagötur eða var þetta... Það var nú eftir að ég man eftir, þá var farið að sko reyðja þetta svona svolítið með handafli, tína stærstu steinana úr og svona sko. Og var hægt að fara með vagn eftir þessu. Já. Já. En svo var líka, sko, og þetta var náttúrulega Reiðgatan. Hún var þarna efra, en svo var aftur gata sem var eiginlega framar. Og eftir að maður kom til þess austur fyrir Virkisá, þá lá hún beint austur á Sandfellsmýrar. Þar maður fór oft sem maður kallaði ytra, ef maður þurfti að fara með vagna, til dæmis austur í hús, annarkvort sækja vörur eitthvað svoleiðis sko, og var farið með vagna, þá var alltaf farið ytri leiðin. Því þá voru náttúrulega vötnin breyttu meira úr sér, voru grynnri og svona margt öðruvísi. En hvað með hérna Skaftafellsá til dæmis? Var farið yfir hana talsvert neðar en brúin er núna? Já, stundum, það var allur gangur á því. En það var náttúrulega ekki margar sko, það var komið brúan þegar ég kom í Skaftafell. Já. En ég veit ekki nema bara það sem ég heyrði Ragnarveitin tala um. Já. Og það var svo oft að Skeiðará sko, hún rann alveg austur með brekkum og þá rann hún í Skaftafellsá svo ofarlega að það var ekki langt. Sko, maður gæti ekki leita langt fram eftir vaði á Skaftafellsá. Það varð að fara ofarlega yfir. Og ég man eftir þeir sögðu, ég held að vera Jón Eittin sem sagði einhvern tímann að það hefði nú oft verið manns fyrsta verk. Það var það fyrsta sem maður hefði litið eftir þegar maður hefði komið út á morgnana, hvernig var Skaftafellsá. Var hún fær, eða var hún ekki fær. Það var ekki næði tímar.
Þetta var bara það sem hann hefði viljað búa. Já. Og höfðu örugglega varan á sér eða vissu af mannaferðum að fara þann yfir, fylgjast með, var það ekki? Fylgjast með hvort að fólk kæmist yfir. Nei, það var ekkert, sko... Það var ekkert svoleiðis? Nei. Það þurfti ekki að vera ferja eða... Það var engin hvað að fylgja neinum yfir Skaftárelsá. Nei, bara fólk fór hana eða ekki. Men fór þetta bara eða ekki. Já. En það var náttúrulega ekki eins mikil umferð þá eins og seinna var. Nei. En hvenær fórstu þína fyrstu ferð austur úr, til dæmis inn í Suðursveit eða austar? Þú spyrir nú ekki lítið. Nei. Viltu nú við? Ég man eftir því ég var orðin 20 þegar ég kom þess að Kvískerum. 20 að Kvískerum? Já. Það er þá 47. Ha? Það er þá 1947. Já. Já. Og það var eitthvað aðeins, seinna að ég kom að Stalleysarhöfn. Já. Þegar... Ég man bara ekki hvaða árið það var. Við fórum við 3, Steini, Austbænum og Sigrún, og Steini kom að Svínafelli held í 47. Já. Svoleiðis að þetta var einhvern tíma þar á eftir, en ég man ekki hvað ár. En þá hafið þið farið yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi á bara bát? Já. Og þá minnir mig að það vera einhver frá Gerði sem kom á bíl og sótt okkur þangað út eftir. Já. En fór það... Og flutti okkur austur á Melatanga. Þetta var Melatanga? Já, þá var farið austur á Melatanga og svo bát upp yfir. Já. Bát á Höfn. Já. Þetta hefur verið... Mikið ferðalag? Já, þetta var náttúrulega tölvöld ferðalag. Já. Menn finnst það tölvöld í dag. Já. Okkur fannst þetta ekki. Nei, var það ekki? En fóruð þið á hestum þá frá Svínafelli eða var komin bíll í 1947? Nei, það var ekki komið bíll 47. En það fór ég ekki, sko... Þú fórst að Kvískerum þá? Já. Já, fórst að Kvískerum. Já. Þetta er seinna þá sem þú ferði allir leið á Höfn? Bíldu nú við... Það kom bíll að Svínafelli held í 1950. Þá fékk hann Steini bílinn sinn. Ég bara man það ekki. Nei. Bara svona. En það var þá fyrst og fremst bara bátur yfir Jökulsá og svo keyrt. Já. Og Steinavötnin þá bara farið þar yfir á bíl. Já, það er ekki. Já. Þetta hefur verið mikið ferðalag. Já, mann fannst þetta eiginlega ekkert mikið. Nei. Og gistuðu þá á Höfn að þú fórum tilbaka? Já. Við fórum á einhvern viðburð. Ég er bara búin að gleyma þessu. Það var einhver viðburður á Höfn sem við fórum á, sko. Einmitt. Haft ákveðið erindi. Já, það ætla ekki verið einhver skemmtur. Já, eitthvað ball. Nei, það var ekki ball. Ekki dansað? Nei, það var ekki dansað. Ég var með þetta í. Já, en kannski sungið? Nei. Ekki heldur? Nei. Nei, ég ætla ekki verið Steini sem hafi sko verið að fara á einhvert stretri eða einhvert fundi eitt og svoleiðis. Ég man ekki eftir að ég færi í neitt svoleiðis, sko. Nei. Ég færi bara svona eins og annað kvikindi til þess að skemmta mér. Já.
En Það er bara að skoða mig um. hvenær fórstu að fá áhuga á að taka myndir? Það get ég ekki sagt þér. Ég held að ég hef fengið það bara með móðumjólkinni. Já. Já. Áttirðu þá myndavél fljótur einhverja? Nei. Nei. Hvenær eignaðistu myndavél? Og fyrsta myndavélin sem ég eignaðist, það var 1946. Þá vann ég á Hótel Vík í Reykjavík og við vorum 6 stelpur og leigðum sko, höfðum herbergi eiginlega saman, ja, það var gengið inn úr okkar herbergi inn í þeirra herbergi og það voru stelpurnar á hinni vektinni. Já. Og þær reyktu nú alveg hreint eins og strompar eins og var gert á. Svo sé ég auglýsingu yfir blaði og það var auglýstar myndavélar í Hafnarfirði, nýkomnar myndavélar í Hafnarfirði. Og þá hugsa ég með mér hlyti nú vera á að kaupa með myndavél. Hinar stelpurnar, þær hefði alltaf nóga peninga fyrir tóbaki og ég hlyti að hafa þá pening fyrir myndavélinni. Já. Og keypti hana á 45 krónur. Já. Mér finnst það svo hlægilegt. Kaupa myndavél á 45 krónur. Þetta var kassavél eins og þau voru þá. Já. Með filmu og flaskkupp og... Ein stelpan sem var með mér, hún var með strák í Hafnarfirði. Þau voru trúlofuð og ég fékk ofta, hún vildi ofta hafa mig með sur í Hafnarfjörð. Og þetta var nú helviti góð tækifæri fyrir mig að fara með þeim í Hafnarfjörð og kaupa mér þau. Mjög gott. Það er flott. Og gastu þá farið að taka myndir? Þá gæti ég farið að taka myndir. Já. Og það er náttúrulega fyrsta sem ég tók myndir af, það var stelpunni sem ég vann með þarna á hótelinu, sko. Já. Og varstu lengi þarna? Í Á þessari... Hótel Vík? Nei, svo fór ég til Vestmannaeyja. Ég man ekki hvort það ég ætla ekki verið í janúar. Það var komið 47 og þá fór ég til Vestmannaeyja og fór ég vist þar. Og var þar hjá útgerðarmanni. Afskaplega góðu heimili. Í langa tíma? Ég var að til Foss Já. Já, nokkra mánuði. og svo átti ég alltaf innhlaup þar þegar ég var í Vestmannaeyjum. Þetta var alveg öndvegis fólk. Þú þarna þá 20 stúlka Já. og hvað gerir svo? Flytturðu svo aftur austur? Þá vorið það? Já, maður kom heim við sumartíma. Já. Þar hefur auðvitað beðið þín vinna. Heima? Já. Já. Alltaf nóg að gera heima. Það var alltaf nóg að gera heima. Já. Og hvað Svo fór ég ekkert sko, það var nú eitthvað svona minna það ég færi suður eftir Siggi var ekki hraustur. Siggi? Eldri bróðir minn. Já. Og svo deyr hann 1950. Fer sko á spítala haustið 49. Og á spítalanum allan veturinn. Og þá sá ég ég sagði pappa það haustið að ég sast alltaf sjá hann féð og 4 hrossin og hann geti séð berjurnar og hinn 4 hrossin. Já. Og ég stóð við það. Og ég sá hann féð. Var það sem Siggi hefði þá hugsað um? Já. Já. Og hann dó svo vorið. Þannig að hann átti ekki afturkvæmt? Nei. Hann
þetta var þannig á spítalanum. Já. 5. apríl. Og hvernig var það á þessu tíma? Hvernig var það á þessum tíma? Var einhver viðstaddur, var einhver sem satt hjá honum síðustu dagana? Nei, ég held að hann enginn sitið alveg hjá honum. En uppeldissystir okkar, hún var fann að búa fyrir sunnan. Hún kom náttúrulega oft til hans. Já. En ég er ekkert viss að hún hafi haft aðstöðu til þess að sitja hjá honum. Nei. Nei. Þessi tími var svona. Já, þetta var bara svona. Já. Sýtti ekkert það að tala. Nei. En eftir þetta ferðu þá að búa með Ragnari og... Nei. Nei, ekkert strax. Já, svo hérna skal ég segja, þetta er 1950. En Maggi, bróðir minn, hann var, kom með kærustu eða ég held að hann var ekkert verið gift. Og þá, þetta var vel verið að vera búin giftur, ég maður það ekki. Og þá bjó hann á Hofi. Og ég vissi að hún leiddist þar alltaf. Og allavega var það þegar að Siggi var dáið, þá kom hann fljóttinn eftir, eða þau. Og þá náttúrulega var ég lausari við. Já. Sko þá hætti ég að sjá fyrir eða þannig. Og þá fór ég að fara á Vertít Vestmannaeyja og að Ringlason var sitt og vort, kom bara heim á sumri. En svo var það ekki fyrir 1959 að við tókum saman við Ragnar. Já. Og þá fór ég að Skaftafelli. Já. Þá voru þeir einir, þá var Ragnar búinn að missa konu. Já. Og bæði börnin. Og bæði börnin? Úff. Það er eftir 2 börn. Já. Fóru þið á slísforum eða? Hvað var þeim að bana, börnunum? Ég veit ekki, þau voru ekki hraust. Já. Hún var ekki hraust, ekki konan. Já. Og var náttúrulega á einhverjum lyfjum eða þannig. Og sumir vildu halda það að það væri, sko, lyfjanótkun hennar, það væri, þess vegna væri ekki börnin hraust. Ég veit ekkert það, ég segi ekkert það. Nei. En allavega var það svona og eldra barnið, það var dóttir, hún héti Jóhanna, ég held hún hafa bara dáið þegar hún var rúmlega afskoðanur. Þetta er sorglegt. En svo áttu son sem var fæddur, held ég 1953. Og hann var náttúrulega meira og minna á Landspítalanum en dafnaði vel og það var nú lengi vonum að hann hefði það af. Já. En svo 1900, ég man ekki hvort það var 58 eða 9 þá dó hann líka. Já, þetta hefur verið erfitt, örugglega. Já, þetta var. Fyrir Ragnar, örugglega. Þetta var ekki átakalaust. Nei. Og þá var hún dáin, sko. Annars hann var dáin áður heldur en að Einar litli dó. Já, ok. Hann var eiginlega síðastur af fjölskyldunni sem fór. Já. Hvar liggja þau? Eru þau í Hofi? Kirkjugarðinu Hofi eða? Nei, heimagrafreitur í Svínafirði, í Skaftafelli. Heimagraf? Þar er leiðin hennar Önnu. Sko þau eru saman, leiðin hennar og Ragnars. Já. Og leiðin hans Einars litla. Já. En Jóhanna, hún er, held ég, jörðu fyrir sunnan.
sko, dóttirinn. Já, var Anna að sunnan? Hún var húnvetningur. Húnvetningur. Þið hefur kannski heyrt tala um Páles Pálsson, lögfræðing? Nei, þið miður þá ef ekki. Var hún dóttir hans? Nei, hún systir hans. Já. Þau voru nokkuð mörgar systkin. En eignuðust þið þá Önnu Maríu svo, Já, en ekkert annað barn? nei, Nei? Er ekki Anna, er hún ekki fædd 63? 61. Hún er 61. Já, Já. Hún hefur verið gimsteinn. Hún hefur verið gimsteinn, Já, hún var það. er það ekki? Og upp á Það hann. var hún hraust. Já. Það er gott. En þetta held ég að það var fyrir margt sem að hún vildi að hann hefði reynt að láta eftir hennar pappa. Það var auðvelt. Hún hefur örugglega notfært sér það einhvern tíma. Já, hann var ekkert farið út í öfgar með það. Nei, en samt svona. En ég held að hann hafi ekki viljað láta mikið á mótinu. Nei, einmitt. Nei. Nei. Heyrðu, eigum við ekki bara, Við þurfum að bara þakka fyrir okkur í dag. Við mögum kíka til þín aftur. Ef okkur dettur eitthvað meiri í hug sem okkur langar að spyrja þig þá... Velkomin. Það er gaman að sjá okkur bara. Það er sömuleiðis. Það er gaman að sjá þig líka.